Hæ, Gunni hér. Við ætlum að skoða hvernig við notum APC40 fyrir step sequencer eins og gömlu 808, 909 og allt það dót. Ég er semst með plugin frá Max for Life sem heitir einfallega APC step sequencer og við notum semst þessa noppa hérna sem matrixin okkar og við getum síðan sænað hljóð on the fly á þessum tökkum hér. Og til að byrja með þá þurfum við að búa til MIDI-rás og setjum síðan hérna drumrack á MIDI-rásina og síðan þegar það er komið þá setjum við hérna APC step sequencerinn, plugininn á sem sagt trommu heila rásina. Og núna er ég hérna ef ég fer inn í hérna trommulan sem er hér, þá er ég með clap, bongo, hi-hat, kick. Og ég ætla semst að sæna þessi hljóð hérna á þessa taka. Og leið og ég set semst APC40 step sequencer plugininn hérna á rásina, þá er þetta komið upp á APC40. Og sem sagt hér á Q-takanum þá vel ég hljóðin sem ég ætla að setja hérna á hérna ok og ef ég sem sagt gerir hérna ít og play, býti klippu, ít og play þá sjáum við að sequencerinn byrjar og ég er með stilt á trommu bassatrommu og þá ætla ég að gera eitthvað pattern. Svona. Svona. Og þá er það komið. Komið eitthvað pattern hérna. Svo er ég með hérna Minimoog og ég gera auðaklippu og þá erum við aukt hérna, ítum á play eitthvað svona. Svo basically ger ég, ef ég vil gera nýtt pattern þá fer ég bara hérna og gerir nýja klippu eða held áfram hérna og semst ef við förum hérna inn í klippuna og sjáum lengð sem er hér þá getið þið semst lengt í sequencinum þannig að þið getið nota fleiri noppa hérna og lengt í lúpunni. En þetta er geggjað til þess að nota til dæmis live og bara í stúdíónu meira svona að þið getið gert meira svona hlutinu on the fly og þannig horfum við svolítið aftur í tíman svona hérna þegar menn voru að nota 808 og allt það stöf. En seinna þá ætla ég að fara í með ykkur hvernig við búum til í rauninni hérna step sequencer með notkun APC40 og það er rauninni hérna ekkert það flókið dæmi bara það eru mikið af smáatriðum sem við þurfum að gera en alls ekki flókið og það er mjög skemmtilegt að kunna það og margt sem við lærum í leiðinni. En allavega þetta er sem sagt step sequencer sem við notum hérna á APC40 og það er hægt að gera ýmislegt bæði live og í stúdíónu og það er linkur hérna fyrir neðan sem þið getið sem sagt náð í hérna þennan step sequencer hjá Max for Life, hann er frýr.